trúin flytur fjöll. Og ég ætla bara að hefja hana fund á að biðja. Já, Drottinn, við bara leggjum þennan fund og þessa hugleiðslubæn í þínar hendur og við bara bjóðum þig velkomin heilagur andi. Vertu velkomin hér með okkur í kvöld og við gefum þér heilagur andi fullkomið frelsi og leyfi til þess að starfa hér í kvöld með þeim hætti sem þú vilt. Og við opnum hjart okkar fyrir þér, heilagur andi, og við þökkum þér fyrir að þú ætlar að vinna kraftaverk, þú ætlar að lækna, þú ætlar að gera tákn og undur í líf okkar og gera eitthvað stórkostlegt í hjörtum okkar hér í kvöld. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og fólk ennþá þetta inn á Zoom-i, rosalega gott að sjá ykkur, gaman að sjá gömul andlit og ný. Og fólk að koma hérna líka inn á TikTokinu, þau eru hjartanlega velkomin, endilega komið upp með spurningar ef þau hafa áhuga á því, annars ætla ég að byrja þennan lestur. Og öll stöndum við frammi fyrir því á mismunandi tímum í gegnum líf okkar að mæta fjöllum. Að standa frammi fyrir fjöllum í líf okkar, fjöllum sem að virka ógnar há og mikil og breið, jafnvel óklífanleg, fjöllum sem að við upplifum að hreyfist ekki neitt og jafnvel stækki bara og við mætum fjöllum sem að geta dregið úr von okkar, styrk okkar og trú okkar. Og þessi fjöll geta verið margvísleg. Það geta verið sjúkdómar eða veikindi, það getur verið skortur, það getur verið ótti, kvíði, hræðsla eða önnur vanlíðan. Það geta líka verið tómarúm sem við erum að upplifa innra með okkur í hjarta okkar, í sál okkar. Það getur verið brotið, krami hjarta eða einhver gamall sársauki úr fortíðinni sem að étur okkur upp að innan. Það getur verið tímaleysi, streita og allskyns vítahringir og svo framvegis. Þetta geta verið fjöllin í líf okkar og öll þurfum við að glíma við þau á einhverjum tímapunkti. Og það var þannig að áður en að ég kynntist Jesú, áður en að ég trúði því að Jesús Kristur væri til og væri Guð, að þá var það staðreynd að sál mín var ennþá í hættu á að tortímast í eilífu myrkri. Og að meðan ég trúði því að ég væri veik og ég væri sjúkdómsfórnarlamb, þá var ég veik og ég hélt áfram að veikjast meira og verða veikari og veikari. Og að meðan ég trúði því að ég væri ekki nóg, að ég væri ekki að gera nóg, að ég hefði ekki nóg, að ég ætti ekki nóg, að þá lifði ég í skorti og missi. Og á meðan ég trúði því að ég væri ekki verðug, á meðan ég trúði því að ég væri í hættu, að eitthvað hræðilegt var að fara að gerast, þá lifði ég í stöðugri líðan virðisleysi eða worthlessness, kvíða, ótta og streitu. Og meðan ég trúði því ekki að Jesús hefði þegar fyrirgefið alla mína syndir, þá lifði ég í stöðugri ófyrirgefningu og sektarkennd. Ég var að burðast með allar áhyggjur, áföll og byrðar fortíðar í hjarta mér og að herðu mér. Og meðan ég trúði því að ég yrði að bjarga sjálfur mér og vera minn eigin bjargvættur og bjarga öllum öðrum líka, þá glímdi ég við meðvirkni, stjórnsemi, krónískar ofhugsanir og mikla þreytu. Og á meðan ég trúði að ég væri gölluð, það var eitthvað að mér, að ég væri ekki eins og ég ætti að vera, ég væri ekki nógu góð, aðrir væri betri en ég, þá hélt ég áfram að refsa sjálfur mér, rífa mig niður, dæma sjálfa mig og ásaka mig og niðurstaðan var brotin sjálfsmynd, kvíði og vanlíðan, gremja og veikindi og ótti. Og þegar Jesús Kristur mæti mig síðan, þegar ég var í hugleiðslu og bæn árið 2019, þá sá ég sá hann og þá byrjaði ég að trúa á hann. Og þegar ég fór frá því að vera í vantrú gagnvart honum yfir í að vera í trú, þá bjargaðist sál mín og sál mín hefur verið hólpin síðan. Og ég öðlaðist örugga himnaríkisvist sem enginn og ekkert getur nokkuð tíma tekið frá mér. Og það eina sem breyttist
var hverju ég trúði í hjartanu. Og í framhaldi af því þá gaf Guð mér nýja trú. Trú að ekkert væri ólæknandi og trú að ég væri að fara að læknast alveg. Guð gaf mér trú að ég væri ekki sjúkdómsfórnarlaf heldur heilbrigð. Og nokkrum mánuðum seinna þá gerðist það að ég læknaðist alveg. Ég læknaðist af kvíðanum, ofsakvíðanum, síþreytunni og krónísku verkjunum sem ég var að glíma við. Og leið og ég fór að trúa að ég væri nóg, að ég væri að gera nóg, að ég hefði nóg, að ég ætti nóg, þá hætti ég að upplifa allan þennan skort og þennan missi og þetta hark og ég fór að upplifa ró og frið og allsnægtir Guðs í lífi mínu og þakklæti á öllum sviðum lífs míns. Og leið og ég fór að trúa því að Jesús væri búinn að fyrirgefa fortíð minni og syndum mínum, þá gat ég loksins fyrirgefið sjálfur mér og öðrum og fortíðinni og þá fór ég að upplifa mikla lækningu og frelsi gagnvart fortíðinni. Og í dag er ég algjörlega frjáls og í dag er ég þakklát fyrir þá reynslu sem ég bý yfir í minni fortíð. Og þegar ég tók við nýrri sjálfsmynd frá Jesú og hætti að trúa öllu þessu neikvæða og óheilbrigða sjálfa mig og ég fór að trúa því að ég væri réttlát, að ég væri saklaus, að ég væri heilbrigð, að ég væri góð, að ég væri sköpuð af Guði, að ég væri nákvæmlega eins og ég ætti að vera, þá öðlaðist ég sátt við sjálfa mig og ég fekk heilbrigða og fallega sterka sjálfsmynd og sjálfstraust. Ég hætti að dæma sjálfa mig og rífa mig niður og ásaka mig og fór þess í stað að byggja mig upp á heilbrigðan og fallegan og góðan máta og það eitt, þetta eina dæmi af öllum þessum dæmum sem ég er búin að taka gerbreytti mínu lífi, minni heilsu og minni líðan. Og ástæða fyrir ég að taka þessi dæmi er ég að sýna fram á það svart og hvítu hvílíkur grundvallar munur það er á því að vera annars vegar í trú og hins vegar í vantrú. Það varðar allt, gjörsamlega allt í okkar lífi og breytir öllu, bara það eitt að breyta einn í trú. Og það er þess vegna sem að Jesús Kristur kennir svona mikið trú í Biblíunni. Og það er þannig að við erum manneskjur og Jesús vara okkur við og lét okkur vita að þið muni hafa þrengingar og erfiðleika í þessu lífi hérna á jörðinni. Og við erum öll að glíma við einhvers konar þrengingar eða erfiðleika áföll, veikindi, áskoranir og það eru engar tilviljanir í þessu lífi. Guð gaf okkur val og Guð gaf okkur vald. Guð gaf okkur hlutdeild í dýrðarmætti sínum. Við eigum hlutdeild í hans dýrðarmætti. Og Guð gaf okkur líka frjálsan vilja og visku og speki í sínu orði. Og hann gaf okkur þessa visku og þessa speki svo að við getum lifað sigrandi, kraftmiklu og árangursríku og heilbrigðu lífi í fyllstu gnægð. Þannig að Guð hefur gefið okkur þetta val og hann hefur gefið okkur þetta vald og það er ekki vandamáli. Vandamáli er hvernig erum við að fara með þetta vald og þetta val og þennan frjálsa vilja sem Guð gaf okkur. Vandamálið skapast þegar við erum í bullandi vantrú eða rangri trú eða óheilbrigðari trú og erum að trúa alls konar vitleysu og erum síðan ekki að vinna með Guði í að hreinsa þetta út úr hjarta okkar. Í að skapa í okkur sjálfum hreint og heilbrigt hjarta sem er fullt af trú, af heilbrigðari trú. Og það er það sem við ætlum að gera hér í dag og í hugleiðslubænum á eftir. Og trú, hvað er trú? Trú er orka, trú er kraftur. Trúin okkar, það sem við trúum, situr í hjartanu og þetta er kraftur, þetta er orka sem að flæðir út allt. Flæðir inn í hugsanir okkar, inn í orðin okkar, inn í tilfinningar okkar, inn í aðstæður okkar, til annara sem við erum að umgangast. Og það sem við trúum í hjartanu skapar hugsanir okkar. Er einhver hérna inni sem við stundum velt fyrir sig, hvaðan koma þessar hugsanir? Af hverju er ég að hugsa þessar hugsanir?
Ég skil það ekki. Þessar sjálfvirku, átómatísku hugsanir sem koma. Það er af því að það er einhver trú í hjartanu sem er að skapa þér. Og það sem við tölum út, það sem við segjum, það er einhver trú í hjartanu sem er að skapa þessi orð. Hvernig okkur líður, tilfinningar okkar eru orka sem að koma út frá því sem við trúum dagstaglega. Þannig að allt þetta er orka sem kemur frá því sem við trúum og trúin okkar eða vantrúin okkar er í rauninni að starfa og verka allan daginn, alla daga. Hvort sem að við erum meðvituð það eða ekki. Og það sem við trúum er orka og kraftur sem er að móta líf okkar, líðan og heilsu, hugsanir og aðstæður. Þannig að það er ekki tilviljun að einn einstaklingur er að blómstra á meðan annar er hreinlega að gefa upp öndina. Og Guð hefur skapað okkur öll í sinni mynd, við erum sköpuð í Guðs mynd og hann fer ekki í manngreiningar álit. Þannig að, og hér er mjög mikilvægt að átta sig á því að trú er ákvörðun og trú er val. Við höfum val að trúa einhverju, við höfum val að trúa ekki einhverju. Og við erum að velja oft á dag, hverju ætla ég að trúa? Við lesum kannski fréttir eða greinar á netinu og við hugsaum með okkur, ég er ekki alveg viss, ég held ekki að ég trúi þessu. Þannig erum við búin að velja, við lásum eitthvað og við veljum að trúa því ekki. Eða við lesum eitthvað, herfi, jú, veistu að ég bara trúi þessu alveg. Eða einhver segir mann eitthvað, já, ég trúi þessu nú alveg. Skiljið hvað ég meina? Við erum alltaf að velja hverju við ætlum að trúa, dagsdaglega. Og við upplifum ekki heiminn og lífið eins og hann er. Við upplifum ekki eins og Guð almáttugan sjálfan eða okkur sjálf eins og við erum. Við upplifum heiminn, Guð og okkur sjálf eins og við trúum að Guð, heimurinn og við sjálf erum. Það er bara staðreynd. Og þannig að ef við viljum að eitthvað í lífi okkar breytist, hvort sem það er heilsan okkar, fjölskyldan okkar, vinnan okkar, börnin okkar, líðanin okkar, einhverju skapgerðarbrestur innan með okkur, að þá þurfum við að byrja á því að biðja og vinna síðan með Guði í að breyta okkar trú þetta tiltekna atriði og hugarfarin okkar. Og eitt pínlítið dæmi sem að eflaust mjög margir geta tengt við. Sjá, nú er hérna útsendingin okkar á Facebookinu að detta út. Sjá, ég ætla bara að setja okkur aftur inn hérna. Er eitthvað vesen á internetinu, heldur við að það? Ekki meira, sko. Nei. Ég skal tekka á hérna. Svona? Herjaldinu. Já. Þessi ekki. Allt í góðu hérna. Við erum komin aftur hérna live á Facebooki. Já, eitt lítið dæmi er trú sem að örugglega margir geta tengt við, eða vantrú eins og ég kalla, að það er þessi trú sem segir ég hef ekki tíma. Það eru margir sem eru að lenda oft í tímahraki eða upplifa sig vera í tímaleysi eða ekki hafa tíma til að gera það sem þeir þurfa að gera eða sinna því sem þeir þurfa að sinna. Og þessi trú, ég hef ekki tíma, er svona trú eða hugsun sem ég kalla skortshugsun eða skortstrú. Og þegar þú trúir í hjartanu og þú hafir ekki tíma og þú hugsar það og þú talar þetta út, þá ertu að skapa orku innan með þér sem að tekur frá þér tíma. Og þú ert að setja sjálfan þig inn í ástand þar sem þú ert að upplifa aftur og aftur, þú hafir ekki nægan tíma, að þú sért í tímahraki og þú nærð ekki að klára það sem þú þarft að gera. Og það hefur ekkert með þann tíma sem þú hefur að gera, það er hvað ert að hugsa og hverju trúir í hjartanuðinu. Það segir í orðinu as a man thinks in his heart, so is he, eða so will he become. Það sem við hugsum, trúum í hjart okkar, það verðum við, það erum við. Og þetta er bara lykill sem Guð er að gefa okkur. Og ef við erum að segja þetta, ég hef ekki tíma, aftur og aftur, þá er alla líkur á því að við trúum því í hjart okkar. Og þá þurfum við að breyta þessari trú og byrja að trúa, ég hef nægan tíma, ég hef alltaf nægan tíma og svo framvegis. Þannig að við skoðum hjart okkar með Guði og það er svo mikilvægt að vera tilbúin að skoða sitt eigið hjarta, vera tilbúin að skoða sjálfan sig. Og fyrsta skrefi er að taka eftir þessu. Já, af hverju hef ég aldrei tíma? Af hverju er ég alltaf í tímahraki? Af hverju er ég alltaf að lenda í þessu aftur og aftur? Eða er eitthvað tiltekið mynstur í líf okkar sem er óheilbrigt eða truflar okkur eða íþyngir okkur? Sami hluturinn kannski aftur og aftur og aftur, að þá þurfum við að setjast niður með Guði. Guð er að tala til okkar.
Það eitthvað innan með okkur sem að skapa þetta. Þannig að fyrsta skref að sjá þetta og síðan biðjum við Guð hjálp. Við notum bænina og segjum Guð, hérna ég búin að spotta eitthvað, viltu hjálpa mér að fá frelsi frá þessu og síðan fyrirgefum við þessari vantrú. Afhendum hann til Guðs og við veljum nýja trú. Við veljum nýja trú. Og þannig að við erum öll að glíma við einhvers konar fjöll í okkar lífi en Jesús, hann segir ekki, biðdu að fjallið minnki. Jesús segir, segðu við fjalli, flyti héðan og farðu burt. Og þetta í Markús 11:23. Þannig að þessi kraftur og þetta vald sem að Guð hefur gefið okkur eitthvað sem við þurfum að nota, kunna nota og beita í okkar lífi. Og það gerum við með því að tala, hugsa og trúa. Og í Matteusarguðspjalli 17:20 sagði Jesús, sannlega segi ykkur, ef þið hafið trú eins og mustardskorn, getið þið sagt við fjall þetta flyti héðan og þanga mun það flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. Hann segir ekkert verður ykkur megn. Þetta mjög sterkt til orða tekið. Ekki neitt verður ykkur megn. Og Guð að gefa okkur valdið og lykilinn að því hvernig getum við rutt burt fjöllunum í líf okkar. Og í Markús 11:23 segir Jesús, sannlega segi ykkur, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki í hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, þá gerist það. Þannig að þegar þú segir við fjallið í þínu lífi, lyftir upp og steypir í hafið og þú efast ekki í hjartaðinu heldur trúir því að það sem þú ert að mæla fyrir muni gerast, þá mun það gerast. Og hann segir hver sem segir, hver sem þetta kjarni trúan, þetta trú sem að talar og þetta trú sem að hreyfir fjöll. Þetta trú sem að hreyfir við kringumstæðum okkar. Amen. Þetta trú sem að hreyfir við okkur sjálfum, við líkamannum okkar, við heilsun okkar, við tilfinningunum okkar, við fólkin í kringum okkur, fjölskyldun okkar, vinnustæðinu, vinnunni, jafnvel öllu landinu, ef við höfum trú fyrir því. Og þetta trú sem að gefur Guði rými til þess að starfa, af því að trú verkar bæði óháð Guði og með Guði. Og samfélag okkar við Guð byggir á trú. Og ef við viljum taka við loforðum Guðs og taka við blessununum sem að Guð vil sannarlega gefa okkur, þá verðum við að vera í trú. Við þurfum að trúa til þess að fá. Og það segir í orðinu að það sé ómögulegt að þóknast Guði án trúar. Við þurfum að trúa því að hann sé til og við þurfum að trúa því að hann vilji gefa okkur og veita okkur allt það sem orðið segir okkur, að hann vilji gefa okkur og veita okkur. Amen. Og það segir í Jakobsbréfinu í öðrum kafla 27. versi að trú án verka dauð. Og hvað þýðir þetta vers að trú án verka dauð? Þetta þýðir ekki að verkin þín sé að fara að bjarga þér. Og þetta þýðir heldur ekki að þú hamast bara nægilega mikið að þá byrjaru að trúa. Þetta þýðir að ef þú trúir, ef þú raunverulega hefur trú fyrir einhverju í hjartaðinu, þá muntu gera, þá muntu framkvæma, þá muntu vinna í samræmi við þá trú. Af því að trú lifandi kraftur sem knýr okkur áfram. Þannig að trúin ekki bara að skapa hugsanir okkar og orðin okkar og tilfinningar okkar og heilsun okkar og líðan okkar, heldur líka hegðun okkar og atferli og framkvæmd okkar. Ef ég trúi því í hjartan að fólk læknist ef ég bið fyrir fólki, þá gengi og ég bið fyrir fólki og bið fyrir lækningu. Ef ég trúi því að fólk læknist ekki, ef ég bið fyrir fólki, þá ég ekki að fara út og biðja fyrir fólki og biðja fyrir að fólk læknist. Það fylgja mér? Þetta það sem þetta vers þýðir. Og ef ég trúi því að ég geti stofnað fyrirtæki, að ég geti verið með eigin rekstur, að ég geti notið velgengni og blessunar á tilteknu sviði, þá fer ég af stað og ég stofna fyrirtæki og byrja að reka það og vinna því. En ef ég trúi því að ég geti ekki gert þetta, þá ég ekki að fara að gera þetta. Það ég ekki að fara út og stofna fyrirtæki. Það ég ekki að fara út og vinna að því að byggja það upp og skapa eitthvað. Og sama á við samfélag okkar við Guð. Þar með talið ekki bara frelsun sálarinnar. Við þurfum að trúa því að Jesús sé Guð.
til þess að sálin okkar frelsist, til þess að fá okkar himnaríkis vist. Við þurfum að trúa því að Guð lækni okkur og sé lækningin okkar til þess að við getum læknast. Við þurfum að trúa því að við séum sköpuð í hans mynd, til þess að vera með sjálfsmynd sem er guðleg og frá honum. Við erum synir og dætur Guðs hins hæsta. Við getum borið höfuðið hátt, borið virðingu fyrir sjálfum okkur, tala vel og falla við okkur sjálf og elska okkur eins og við erum, eins og Guð faðir okkar gerir. Amen. Og við þurfum að trúa því að Guð vilji gefa okkur líf í fyllstu gnægð til að taka á móti því. Og Jesús sagði, verði þér að trú þinni, fari svo sem þú trúir. Og þetta virkar bæði jákvætt og neikvætt, af því við höfum frjálst val og frjálsan vilja. Þannig ef við erum í vantrú, ef við erum í rangri trú, ef við erum að trúa því sem er neikvætt og óheilbrigt, þá er sú trú líka starfa með neikvæðum hætti inn í líf okkar. Er það að fylgja mér? Amen. Og trú er ekki tilfinning, heldur ákvörðun og val. Við veljum að trúa, við tökum ákvörðun að trúa. Og það er svo mikilvægt að við hættum að láta umhverfið okkar, annað fólk, neikvæðar tilfinningar, þreytu, ótta, kvíða eða áföll fortíðar stýra okkur og okkar ákvörðunum og okkar hugafari og okkar stefnu í lífinu. Og ég hef persónulega reynslu af því að lifa í mörg ár undir stjórn ótta og kvíða. Það sem að óttin og kvíðin og óöryggi voru að stýra því hvað ákvarðanir ég tók eða hvað stefnu ég tók. Og þetta er bara ótækt. Við sem kristnir einstaklingar, við leyfum ekki myrkrinu stjórn okkur eða leið okkur eða vera drifkrafturinn í okkar lífi, heldur Guð almáttugur. Þannig að þegar við upplifum þessar hugsanir, mér líður ekki nægilega vel, ég er svo þreytt eða þreyttur, ég geti þetta ekki, þetta er alltaf erfitt, típist að þetta slæma sé að gerast núna. Veistu af hverju alltaf típiska í lífinu er típist? Það er af því að þú trúir því. Það er ástæðan. Þess vegna er það típist. Veistu af hverju þú fær aldrei bílastæði? Einar fær aldrei bílastæði, ég fær alltaf bílastæði. Og það liggur við að hann er farin að taka mig með sér þegar hann þarf bílastæði einhvers staðar. Hann talar bílastæði blessunina. Hann segir að ég sé samningi hjá Jesú að því ég fá alltaf bílastæði. Og nú er þetta stundum þannig að ég er að fara með strákana mín í kringluna, þá er þeir alveg, góði Jesús, viltu gefa okkur bílastæði beint fyrir framan innganginn? Þeir eru alveg búin að fatta aðferðina, sko. Þannig að við erum í trú og við erum í bæn, bæði varðandi smáa hluti en líka varðandi stóra hluti. Og þá spyrjum við okkur, en hverju eigum við að trúa? Hverju eigum við að trúa? Við lifum á upplýsingaöld, það sem er bara upplýsingar, bækur, interneti, það er svo mikið magn af upplýsingum allsstaðar frá. Og maður getur bara, það er svo auðvelt að vera ringlar. Þú veist, hverju á ég að trúa? Ég trúa þessu, á ég trúa því sem þessi sérfræðingur er að segja, eða á ég trúa því sem þessi er að segja mér á TikTok. Og þarna er svo ofboðslega mikið blessun að hafa orð Guðs. Að hafa Biblíuna, þessa bók sem að Guð gaf okkur. Af því að þetta er ekki bara speki og viska Guðs, Jesús er orðið. Það segir í Biblíunni. Jesús er orðið, þetta hérna er Jesús. Og áður en ég frelsaðist, vorið 2019, þá hafði ég aldrei nokkuð tíma haft neitt minnsta áhuga að lesa í Biblíunni. Las aldrei í Biblíunni, hafði engan áhuga á því. Hjarta mitt var troðfullt af fordómum Biblíuna. Þetta var bara einhver mörg þúsund ára gömul bók sem var orðin úrelt og væri bara kallrembu bók sem væri bara skrifað af einhverjum kallmönnum og það væri bara ekkert þess virði að vera, reyna að lesa þetta. Og svo þegar Jesús mætti mér og ég endurfæddist, þá fær maður nýjan anda fæddan af Guði. Að þá kom með þessum nýja anda, löngun og þrá til þess að byrja að lesa í orðinu. Og ég segi, Einar, núna vill ég fara að lesa í Biblíunni. Ertu til í að lesa með mér? Og hann bara, já! Og bara, hann er örugglega með 20 biblíur hérna heima og við byrjuðum að lesa saman í orðinu. Og vá, þvílík lífsbreytandi speki og viska og gersemar og fjársjóður sem orð Guðs er.
og vá hvað ég áttaði mig á því þegar ég fór að lesa í orðinu, ég hafði haft rangt fyrir mér með allt, að allar skoðanir sem ég hafði voru rangar. Og það var rosalegt opinberun fyrir mig og þvílík blessun að fá þessa speki og visku Guðs beint í hjarta á mér og umbreytingin sem að tók við á mér var rosalega mikil og hröð. Og þannig að það er brýnna núna nokkur sinnum fyrr að við séum grundvöldu í orðinu, að við séum að lesa í orðinu þótt að sé ekki nema 5 mínútur á dag, þótt að sé ekki nema 1 vers á dag. Bara lesiði eitthvað, byrjiði einhverstað, spurjiði Guð, ef þið takið Biblíuna, Guð, hvað á ég að lesa í dag? Í hvað bók á ég að lesa? Og þú munt heyra svar, hann mun segja þér það. Og af því að þetta er það sem við eigum að trúa. Orð Guðs er það sem við eigum að trúa í hjarta okkar. Ekki því sem að heimurinn segir, heldur það sem að Guð segir. Heimurinn okkar er að segja okkur alls konar bull. Heimurinn segir okkur til dæmis að maturinn okkar sé eitraður, á meðan að Jesús Kristur hefur í orðinu sínu lýst alla fæðu hreina. Biblían segir það er ekki maturinn sjálfur sem er mengaður, heldur það sem að við trúum matinn. Amen. Sem að ræður því hvort hann sé mengaður fyrir okkur eða ekki. Ef þú trúir í að maturinn sé mengaður, óhollur, vondur, eitraður, þá verður maturinn það fyrir þér. Þetta segir í orðinu. En ef þú trúir því sem að Jesús segir að öll fæða er hrein, góð, þá verður öll fæða það fyrir þér. Þetta er svo einfalt. Þetta er svo einfalt. Og eftir að hafa gengið í gegnum það, persónulega, að vera með svæsna ádörskunni 18 ár, þá er þessi opinberun fyrir mér lífsbreytandi og veitir mér rosalegt frelsi. Þetta er rosalegt frelsi, að mjög lítill hluti af mínum hugsunum í dag fer í mat. Bara mjög lítið, kannski bara, 3%. Þannig að, og Guð vill að við höfum trú eins og lítið barn, þetta hreina traust og trú gagnvart honum. Og í Markúsar Guðspjalli 10:15 segir að sá sem taki ekki við Guðs ríkis og barn komist ekki þar inn. Og það er verið að vísa í þessa hreinu, fallegu, sterku trú sem að lítil börn hafa. Og Guð vill að við mætum honum þannig, í trú. Við trúum honum og við trúum því sem hann segir og við trúum hans orði. Án þess að analýsera það, án þess að gagnrýna það, án þess að röka, við bara tökum við honum og hans orði í trú. Með opnu hjarta. Og í Rómverjabréfinu segir í 5. kafla 1. versi að við erum réttlæt fyrir trú. Við erum réttlæt fyrir trú. Og það segir að sá sem að trúir í hjartana Jesús í Guð og játar með munninum, hann mun verða hólpinn. Það þýðir að þegar við veljum að trúa því í hjartanu að Jesús sé Guð og við játum með munninum, þá kemur andi Guðsinn í andan okkar, endurfæðir hann og við fáum nýjan anda fæddan af Guði. Og það er þessi endurfæðing sem við talað um. Og þannig, eingöngu þannig verðum við Guðs börn, af því að Guð hefur fætt okkur. Við erum sál og andi, það er það sem við erum. Og þegar við verðum Guðs börn, þá verðum við líka ríkisborgarar í Guðsríkinu. Og þannig fáum við inngönguna inn í himnaríki Guðs og þetta er eina leiðin. Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er mjóa hliðið inn í Guðsríkið. Og þetta er bæn sem er kölluð frelsisbæn sem við förum alltaf með á hverjum einasta fundi. Við ætlum að fara með þessa bæn og eftir ef það er ykkur hérna hlusta og horfa sem hefur ekki stigið þetta skref. Ekki missa af því. Ekki fara í gegnum allt þetta líf án þess að finna það stórkostlegasta og fallegasta og besta sem til er, sem er Jesús Kristur og það mikilvægasta. Þú ert hér á þessari jörðu til þess að stíga þetta skref, svo þú getur lifað inn í eilíðinni með föður þínum á himnum. Og það er ekki neitt annað í þessu lífi sem er jafn mikilvægt og að stíga þetta skref.
Og þetta er það sem kallað er fagnaðar erindið. Amen. Þannig að þú ert ekki að fara að komast inn í himnaríki með að gera fullt af góðverkum. Þú getur hamast þar til þú ert orðinn blár í framan við að gera góðverk. Það er ekki að fara að koma þér inn í himnaríki. Það er bara þannig. Við erum ekki réttlætt fyrir verk, heldur fyrir trú. Þannig að þegar við stöndum frammi fyrir fjallinu, að þá er kannski djöfullinn að hvísla að okkur. Þú ert ekki nógu góð, þú ert ekki nógu góður. Þú getur þetta ekki. Þú ert dæmdur. Aðrir að dæma þig. Þú ert einskis virði. Þú ert gagnslaus. Og það er svo mikilvægt að við séum ekki að trúa því sem að myrkrið er að reyna að ljúga að okkur. Djöfullinn er faðir lyginnar og hann lýgur og lýgur og lýgur. Þess vegna þurfum við að trúa því sem að Guð segir um okkur. Og þegar við erum í vantrú, þá hleypum við myrkrinu að inn í hjarta okkar. Af því að vantrú er í vissum skilningi ákveðin uppreisn gegn Guði þar sem við snúum hjarta okkar frá honum og höfnum því sem að hann er að gefa okkur eða segja okkur. Og þá kemur myrkrið. Og trúarlækning í Biblíunni er eitthvað sem talar rosalega mikið og við höfum predikað mjög mikið. Ég ætla ekki að fara ítarlega í það núna, en það sem ég hef lagt mjög mikla áherslu á er hversu mikla áherslu Jesús Kristur lagði á trú þeirra sem að læknuðust. Hann sagði trú þín hefur læknað þig í Mattheus 9:22. Í Markus 9:23 segir Jesús, sá sem trúir, fyrir hann er allt mögulegt. Sá sem trúir, fyrir honum er allt mögulegt. Og Jesús spurði stundum menn sem voru sjúkir, trúið því að ég geti gert þetta? Trúið því að ég geti læknað ykkur? Og þeir sögðu já, og þá læknuðust þeir. Þannig að Jesús, hann spurði aldrei á hvaða stigi er sjúkdómurinn? Hversu lengi hefur verið veikur eða veik? Hvernig líður þér með þetta? Hann horfði á trúna, ekkert annað. Og í Markus og Guðspjalli 11:23 er þetta vers það sem að það sem að Jesús segir, hver sem segir við fjall, þetta fjall lyftir upp og steypir í hafið og efast ekki í hjarta sínu heldur trúir að það muni verða, honum mun það verða. Þannig að hann segir, Jesús segir hver sem. Hann er ekki að segja einhverjir sérvaldir, hann er ekki að segja kirkjuleiðtogar, hann er ekki að segja þeir sem hafa verið kristnir í 30 ár og eru búin að lesa 100 sinnum í Biblíunni. Hann segir hver sem trúir. Það er bara það sem þarf. Þannig að fjallið, það er ekki að fara að hreyfast þegar við erum að kvarta eða kveina eða í sjálfsvorkun. Fjallið er ekki að fara að hreyfast heldur þegar við erum að benda á allt sem er að eða kenna kerfinu með öðru fólki. Fjallið hreyfist þegar við trúum, biðjum og við tölum út í trú. Og við skipum þessu fjalli að hreyfa sig. Og það er eitt sem hefur snert hjarta mitt svo rosalega mikið og ég hef hugsað mikið að þegar Jesús var að biðja fyrir lærisveinum sínum þá bað hann fyrir trú þeirra. Spáðu í þessu. Og ef að Jesús var svona mikið upptekinn okkar trú, af hverju þá þurfum við líka að vera það. Það er bara eitthvað rosalegt, eitthvað rosalegur leyndardómur, eitthvað rosalegur kraftur, kraftaverka kraftur sem er fólginn í okkar trú. Og þá þurfum við að spyrja okkur líka, á ég ekki að biðja fyrir minni trú? Og þegar ég er að biðja fyrir öðru fólki, á ég að biðja fyrir þeirra trú? Og áður en þessi fundur var, þá var ég að biðja fyrir ykkar trú. Ég var að biðja fyrir trú ykkar, alveg svo Jesús gerði þegar hann bað fyrir lærisveinum sínum. Og í Jesaja 7:9 segir, þess vegna segir drottinn Guð, og það er drottinn Guð að segja þetta, standist trú yðar ekki, standist þér alls ekki. Við stöndum og föllum með trú okkar eða vantrú í þessu lífi. Þannig að stundum upplifum við tvær raddir sem að berjast innan með okkur í hjartan okkar. Og það getur verið rödd trúar og rödd vantrúar. Þær eru báðar að tala, en við þurfum að ákveða
hver fær að stjórna. Við þurfum að velja hver fær að stýra. Við fáum öll neikvæðar hugsanir. Við fáum öll stundum ótta. Við fáum öll einhverjar efasemdar hugsanir. Það gerist fyrir alla. Og Jesús meðvitaður það. En hvað fær að stjórna innra með okkur? Á hvaða rödd ætlum við að hlusta? Og þannig að trúin, hún byggir upp sér tækifæri, sér lausn áður en hún birtist, á meðan að vantrúin brýtur niður, vantrúin sér hindranirnar, vantrúin sér fjallið og segir þetta fjall alltaf stórt. Ég á svo lélegum skóm, ég ekki nógu góðu formi, ég hef aldrei farið í fjallgöngur, það örugglega að fara að koma ófur. Svona tala vantrúin. En trúin segir Guð er stærri, á meðan vantrúin segir ég sé það ekki, þess vegna trúi ég ekki. Og fólk heldur líka stundum, ég trúi ekki nógu mikið vegna þess að ég veit ekki nógu mikið. Ég verð að vita fyrst áður en ég get trúað. En trú snýst ekki upplýsingar, heldur þetta ákvörðun og val að trúa þótt við höfum ekki allar upplýsingar. Val og ákvörðun að treysta og trúa þótt að við sjáum það ekki nú þegar við berum augum. Val að treysta og trúa, jafnvel þótt að kringumstæðurnar sé þveröfugt við það sem við erum að trúa og treysta. Það er trú. Það er full vissa það sem menn vona, sannfæring það sem ekki er auðið að sjá. Farisearnir, þeir höfðu allar upplýsingar. Þeir vissu allt ritninguna. Þeir vissu allt sem var skrifað Messías og Jesús í Gamla testamentinu. Samt stóð Jesús Kristur frammi fyrir þeim í holdi og blóði og þeir trúðu ekki. Og ástæðan fyrir því að þeir trúðu ekki var að þeir vildi ekki trúa. Þeir völdu það að vera í vantrú. Og það gerði það verkum að þeir misstu af Jesú Kristi, þeir misstu af Messíasi. Og þegar Jesús var að predika þá sagði hann stundum svo margir af þessari kynslóð munu missa af fagnaðar erindinu. Og það er ennþá þannig núna. Ekki missa af þessu. Ekki missa af tækifærinu að segja einhverjum frá. Þannig að trúin er samþykki og að segja já við Guð og segja já við orði Guðs á meðan vantrúin er í rauninni uppreisn eða andmæli gegn Guði og hans orði. Og vantrúin vill oft leiða okkur í að horfa inn á við og segja, hef ég nóga mikla trú? Er ég nógu heilög eða heilar? Er ég að bregðast? En trúin horfir upp á Guð og segir, hann er nógu mikill. Hann er nógu heilagur. Hann er trúfastur og hann mun ekki bregðast mér. Þannig að trúin sjálf byggir á Guði á meðan vantrúin byggir á okkur sjálfum og sjálfun okkar. Og við spyrjum okkur hvernig getum við fengið meiri trú. Og það segir í orðinu að trúin komi að því að heyra orðið, að því að lesa í orðinu. Þannig að með því að hlusta og lesa í orðið Guðs þá öðlustu meiri trú. Og trúin vex líka þegar við göngum út á trúna. Þegar við göngum út í trú. Og trúin okkar vex líka þegar við fókusum á Jesús en ekki fjallið, eða fjöllin, eða vandamálin. Þannig að þegar við erum að glíma við vandamál, veikindi, eða fjöll eða erfiðleika í okkar aðstæðum, ekki fókusa á það. Það er það sem að myrkrið vill að gera, því að það sem við fókusum á, það stækkar, vex og dafnar. Við fyrirgefum þessu, við afhendum þetta inn í ljósið til Guðs og við fókusum á Jesús og segjum, Jesús, hvað á ég að gera núna?
og leið og við gerum það, þá kemur lausnin. Pétur gekk á vatninu, alveg þar til hann hætti að fókusa á Jesús og hann fór að horfa á öldurnar. Og hann fór að sjá hvað öldurnar voru rosalega og það var óveður í kringum hann og það var þá sem hann byrjaði að sökkva. Og við tökum ákvörðun að trúa og við biðjum Guð að gefa okkur trú. Við biðjum Guð að hjálpa okkur ef við erum í vantrú og að gefa okkur meiri trú. Og við tökum ákvörðun að trúa í Jesú nafni. Ef við erum að lesa til dæmis í orðinu og við finnum að það eitthvað innan, ég veit ekki hvort ég trúi þessu, ég ekki viss. Þá segir við í Jesú nafni tekið ákvörðun að trúa þessu hérna og við lesum það upp. Búm, það fer beint inn í hjartað og við byrjum að trúa því. Þetta er rosalega góð aðferð við að búa til nýja trú í hjartan okkar, að taka við orðið Guðs í trú. Og við byggjum upp trú með að lifa í nánu samfélagi við heilagan anda. Taktu tíma daglega einn með Guði. Ekki setja það neðst á listan. Ekki segja ég ætla að taka tíma með Guði þegar ég er búin að vera í vinnunni, búin að vaska upp, búin að taka til, búin að sinna börnunum, búin að sinna heimilinu, búin að gera þetta, búin að gera hitt, búin að baka piparkökur. Þú veist, ekki láta Guð vera einhverja afgangsstærð í þínu lífi. Guð á að koma fyrstur. Hann er mikilvægastur. Við verðum að hafa forgangsröðuna rétta, Guð fremstur, og ef við höfum bara 5 mínútur til að gefa Guð, þá tökum við þessar 5 mínútur. Eða þá við segjum bara, þetta er dagurinn minn, svona hef ég langan tíma, ég ætla að taka þennan tíma með Guði og síðan skipuleggja restina eftir því hvað er mikil tími eftir. Af því að þegar þú byrjar að knýja á Guð og leitast eftir nærveru með honum daglega, þá munir stórkostlegir hlutir gerast innan með þér og í þínu lífi. Kraftaverk, lækningar, stórkostlegar umbreytingar innan með þér í hjartaníðinu, Guð mun gefa þér sýnir, alls konar opinberanir, þú munt sjá hann, skynja hann og finna fyrir honum meira og sterkar heldur en nokkur sinni fyrr og smátt byrjar Jesús Kristur og heilagur andi að verða raunverulegri í þínu hjarta, í þínu lífi, heldur en allt þetta efnislega sem er í kringu þig sem þú sérð og getur þreifað á. Og áður en við erum að fara að snúa okkur inn í hugleiðslubænina núna, en rétt áður en við förum þangað, langar mig að fara yfir nokkra punkta. Þetta er svona ákveðin formúla, við erum að glíma við eitthvað fjall. Það getur verið þrenging, áföll, erfiðleikar, ofbeldi, eitthvað úr fortíðinni, það getur verið hvað sem er, eitthvað sem við erum að glíma við í okkar daglega lífi. Og fyrirgefningin er alltaf fyrsta skrefið. Þegar þú ert búin að spotta þetta, það er að taka ákvörðun frá hjartanu að fyrirgefa þessu. Og svo tökum við ákvörðun frá hjartanu að afhenda þetta inn í ljósið til Guðs. Og í því felst svo mikið traust og trú. Við afhendum þetta. Og við getum líka sagt, þú ótti, þú sjúkdómur, í Jesú nafni farðu út. Ég rek þig út, þú hefur ekkert vald yfir mér. Og við gerum það í Jesú nafni. Af því að þegar við notum nafni það er kraftur í Jesú nafni. Og þegar við segjum bæn og við segjum í Jesú nafni, þá er eins og Jesús Kristus sjálfur sé að segja þetta. Það er svo mikill kraftur í því. Og síðan lofum við Guð og við þökkum honum fyrir áður en það gerist. Amen. Þannig að við byrjum að þakka fyrir og gleðjast fyrir það sem við erum að biðja áður en það gerist. Þannig að jafnvel á meðan við erum ennþá að upplifa veikindina, þrengingarnar áfall, þá byrjum við að þakka fyrir að við séum orðin heilbrigð og hvað okkur líður vel og hvað þetta er stórkostlegt. Áður en það gerist, er það að fylgja mér? Já, hvort við gerum. Af því að í þessu felst svo sterk trú, svo mikil trú, að þú ert búin að segja við Guð og lýsa þig yfir, ég ætla að trúa því að fyrir þínar benjar er ég heil og mér er sama hvað líkaminn er að segja eða læknirinn eða eitthvað neikvæð einkenni innan með mér. Ég bara veit ég er heilbrigður af því að orðið segir það og síðan göngum við út í trú. Eins og það sé þegar orðið. Eins og það sé þegar orðið. Amen. Og ekki vera hrædd eða hræddur við að trúa stórt.
það að trúa Guði fyrir miklu er ekkert meira mál fyrir hann heldur en að trúa honum fyrir einhverju litlu. Treystu Guði algjörlega. Hann mun ekki bregðast. Amen. Amen. Takk, þá ætlum við að færa okkur yfir í hugleiðslubæn og við ætlum að taka bara svona 10 mínútur þar sem við ætlum að biðja fyrir trún okkar, við ætlum að fyrirgefa allri vantrú og við ætlum að taka á móti Jesú í trú og síðan ætlum við að biðja Guð að gefa okkur þá trú sem hann vill gefa okkur. Guð veit hvað það sem þú þarfnast inn í þitt hjarta í kvöld. Við vitum það kannski ekki einu sinni sjálf, en hann veit það og hann hefur alla visku og hann þekkir þig og hann þekkir þitt hjarta. Og þegar þú opnar hjartaðið fyrir honum í trú og trausti, þú kemur heilagur andi og flæðir inn í hjartaðið og hreinsar burt allan skítinn, ef svo má orðið komast, og fyllir hjartaðið af ljósi, sínu ljósi, sinni trú, þessari guðlegu, yfirnáttúrulegu trú sem er svo kröftug og máttug. Amen. Þannig að ég ætla aðeins að minnka birtuna hérna inni og eins og ég segi, ætlum að taka svona bara 10 mínútur í þessari hugleiðslu og bæn. Og þegar þú ert tilbúin máttu bara koma þér þægilega fyrir. Þú dregur djúpt inn andann og þegar þú blæst frá, þá bara lokar augunum og leyfir þér að svífa inn í þægilega himneska slökun, afslöpun og ró. Og ég ætla að bjóða þér að endurtaka eftir mér annarkvort upphátt eða í hljóði í hjarta þínu og gera þannig þessa bæn að þinn eigin bæn. Góður Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því, Jesús, að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að lækna mig. Ég hleypi þér, Jesús, inn í hjarta mitt. Og ég býð þig velkominn, heilagur andi. Í Jesú nafni. Amen. Og ég kem frammi fyrir þig, Drottinn, og ég iðrast allra þeirra skipta sem ég hef verið í vantrú. Og ég iðrast allrar vantrúar frá upphafi og ég afhendi það til þín. Ég afhendi alla vantrú og alla rangatrú inn í ljósi þitt, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú flæðir með þína trú inn í hjarta mitt núna. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú gefur mér þína guðlegu, stórkostlegu, kraftaverka trú. Ég þakka þér, heilagur andi, að þú fyllir hjarta mitt af trú. Og ég trúi. Og ég kem frammi fyrir þig, Drottinn. Og ég iðrast alla þeirra skipta sem að ég vantreysti þér. Fyrirgefðu. Og ég afhendi allt vantraust
til þín, Jesús. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér traust. Þakka þér fyrir að þú fyllir hjarta mitt af þínu trausti, Jesús. Og ég vel að trúa og treysta eins og þú trúir og treystir, Jesús. Ég treysti þér, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú setur orðið þitt inn í hjarta mitt núna. Og ég biðji Drottinn að gefa mér meiri trú. Auktu mér trú í Jesú nafni. Og nú ætlum við bara að taka svona 3 mínútur þar sem við ætlum bara að sitja í nærveru heilags anda og hlusta. Ég biðji heilagan andi að tala til hvers og eins hér í kvöld eða þess sem að hlusta síðar á upptökuna. Ég biðji að gefa okkur opinberun, gefa okkur visku, gefa okkur það sem við þörfnumst hér og nú. Í Jesú nafni, amen. Og nú megum við bara hlusta. Amen. Og núna ætla ég að biðja bara fyrir öllum sem að hlusta áður en við opnum augum og komum aftur tilbaka. Já, heilagur andi, ég þakka þér fyrir að þú ert velkomin inn í hvert og sér hvert hjarta hér. Og ég bara legg hendi yfir alla þá sem að hlusta núna og segi í Jesú nafni ertu heil. Í Jesú nafni hasta ég á allt myrkur
og innflæðir ljós heilags anda. Í Jesú nafni hjarta þitt læknað og hjarta þitt hreint og hjarta þitt fullt af trú. Og ég legg hendur yfir tilfinningarnar þínar og segi í Jesú nafni, tilfinningar þínar eru heilbrigðar, glaðar, kærleiksríkar og friðsælar. Og að friður Guðs ríkir í hjartanu þínu, núna alla eilífð. Og þú ert eftir að finna svo mikinn frið og svo mikinn kærleika og svo mikla nærveru heilags anda núna næstu daga og næstu vikur. Og þú upplifir sambandið þitt við heilagan anda miklu nánara heldur en áður. Og Guð að fara að sýna þér stórkostlega hluti, magnaða hluti, lífsbreytandi hluti. Leið og hann að draga þér nær sér. Í Jesú nafni, amen.